Ready? Já. Hæ, ég heiti Friðfinnur. Nei, eins og Ég heiti Friðfinnur og ég er tónlistarmaður undir nafninu Oculus. Ég líka í hljómsveit sem heitir CCA. Ég bara gjörsamlega elskar hljóð. Það er eiginlega bara basically málið. Og ég hef bara reynt að vinna í sem flestu. Vann til dæmis upp í Latabæ. Svo ég vinn í leikur sem að gera söngleiki og bara unnið að gera fóli og bara sound fyrir bíómyndir og eiginlega bara reynt að komast í sem flest. Og svo hef ég náttúrulega auðvitað miksað alveg hellinga tónleikum og það til dæmis líka hjálpar til dæmis í stúdíóvinnunni að maður hugsa alltaf hvernig þetta soundar í stóru kerfi og því líkt. Ég er með smá analog blæti en ég er samt að reyna að vera ekki, það er til fólk sem er bara, ég vil bara analog og ekkert annað, ég reyna að vera ekki þannig en það samt lítur svolítið þannig út fyrir að ég geri bara það. En maður er alltaf að hugsa bara hvað soundar best og það skiptir ekki máli hvaðan það kemur. Ég byrjaði síðan líka bara svona að modifya dótið mitt, fyrst það var svo gaman. Svo hérna er delay, sem var svo slapback delay og þetta var mest basic og ódýrasti effekt sem fyrirfinnst bara á móðu jörð. Einu sem gæti skert var að við sagði da, þá kom da og ekkert annað. Það var bara mega basic. Þannig ég addaði einhverjum takkaðina en ég geti gert delayið miklu lengra og miklu hægara og látið það self-oscillatra þannig að það kemur bara einhver fárlegi tónar úr delayinu. Og svo byrjaði þetta alltaf að vera meira og meira og hérna er til dæmis svona envelopa sem ég er að búa til. Keypti af þessu svona PCB af gaur sem ég gat svona populate. Það er venjulega að ég er svo óþriffullur þegar mér langar að gera eitthvað. Þá byrjaði ég bara alltaf að gera þetta svona. Þá er þetta bara mega basic sko. Þá eru bara kóparendur hérna og svo þarf maður bara að finna út hvað að fara og maður að skera á kóparinn svo að sumt leiði ekki annað og þannig. Ég bara nefndi aldrei að bíða að vera að panta þetta og bíða eftir þannig ég hef ákvað bara að byrja að búa þetta til. Og svo endaði það í eiginlega bara þessi hérna tæki sem að er eiginlega, hérna er ég held ég með eitthvað 25 svona tæki og stundum eru mörg tæki inn í einu tæki. Já, þess að þá endar það bara í einhverju svona dæmi þegar maður er búinn að vera gjörsamlega sturlaður að klóra sér í hausinn hvernig maður hefði að láta þetta virka og fara eftir einhverju teikningu. Hérna er til dæmis einhver teikning. Þetta er svona vaspfilter til dæmis. Kopí af frægum synda sem er hérna vasp. Hann endaði hérna sem þessi hérna gaur. En ég á eftir að fá mig fleiri takka á þetta, ég veit ekki. Mér finnst þetta að þessu pínu lúkar dálítið cool af því þetta er bara eitthvað ógeðslega röff og svona. Þannig að kannski endaði ég með að fá mér ekki takka á þetta. Og svo þá ákvað ég að merkja þetta ekki neitt. Þannig að ef einhver reynir að stela þessum synda, þá veit hann ekkert hvað hann á að gera við það. Þannig að þetta er svona ákveðin þjófvörð. En ég fíla það sko. Þetta er bara hérna, þið eru að ræna mér og syndanum ef við leikum nota þetta. En síðan stundum kaupi ég mig líka bara synda. Ég nenni ekki að búa til of mikið sko. Eins og svona. Já, þetta er gott en þessi pólofón sko, maður getur spilað. Það eru rauninni 6 raddir sko og ef ég ætlaði að gera minn synda þannig að hann væri 6 raddir þá þarf ég basically að búa til 6 svona stykki. Þannig að það meikar ekki sens fyrir svona einhvern gaur að búa þessi til svona sko. Eða nefnir maður sig gjörsamlega sturlaður og nefnir aldrei að búa til músík aftur sko. Bara gera greið. Stundum er alveg gott að eiga ekkert alltaf mikið að dóti eða eitthvað en þegar maður er bara alltaf að búa til músík og eitthvað þá finnst mér bara gott að eiga bara ógeðslega marga, ég hugsa hvern synda sem sinn lit bara svona. Og svo bara hugsa maður, ef maður er að gera eitthvað lag þá bara allt í einu, það vantar þennan lit í þetta lag og þá bara hleypir maður í mismunandi syndar. Ég er bara ógeðslega spenntur að nota þetta í músík og svona. Það eru sumir sem enda með að bara vera safnarar á greið. Ég reyna að gera það ekki. Þetta byrjaði held ég bara með þessari hérna greið. Ég held að þetta sé fyrsta greiðan. Ég var sko alltaf plötusnúður bara frá ég var lítill. Ég og Styrmi vinur minn fórum alltaf í félagsmiðstöðina að æfa okkur að DJ og keyptum okkur sitt plötuspilarann og eitthvað svona og svo frá því ég byrjaði þetta sko. Ég veit ekki, ég var svolítið mikið, ég er náttúrulega frá Akureyri líka, það var ekkert voðalega mikil tæknisinn á Akureyri en samt átti ég góða að. Ég og Styrmir hópum okkur saman og svo var annar gaur sem heitir Leifur sem var svolítið vel okkur innan handar. Gústi Chef, hann tók okkur að sér og leiði okkur að spila á Ráðhúskaffi og annar gaur sem heitir Sammi sem leiði okkur að spila á Meðtast og löngu áður en við máttum vera þarna inni sko. Mér fannst alltaf ógeðslega spennandi að spila músík inn í DJ-setinu, svona prófa eitthvað, og gera einhverja loopur og prófa að henda því inn. Líka technoið sem ég var að spila var svolítið svona looper-based techno, þannig að maður getur svona, það var svolítið mikið undir plötusnúðinu komið að gera lögin interesting. Já, og við kepptum á þessari keppni með félagsmiðstöðvanum Frostaskjóli. Þá var ég held ég eini techno-plötusnúðurinn, hellingur af einhverju hip-hop plötusnúðum og ég held ég lendi í öðru seti. Ég er svolítið svona annars seti
Já, það var ógeðslega gaman, það var svona spark í rassinn. Svo bara held ég áfram að þú veist, gera eitthvað í einhverju fast-tracker á einhverju svona gömlu forritin. Svo keypti ég þetta, svo seinna þurfti ég að uppgradea þetta því að það var ekki einu svona sequencer á þessu. Það þurfti bara að gera loopur og reyna að láta það vera í sync. Þá fekk ég mér MPC 2000 sem ég er búinn að nota bara frá því þá ég hætti. Ég hef alltaf notað hann í live-seti mín, alveg bara þangað til fyrir 3 árum eða eitthvað. En ég var alltaf með þennan ógeðslega lengi átt í ástar og hatur sambandi við þessa greiðu bara endalaust. Svo náttúrulega er ég alltaf með mixer fyrir live. Þá get ég, þú veist, ég ger ógeðslega mikið að því að ég myndi að skjóta inn effektum og þú veist, vera bara svolítið hands on. Ég veit ekki, ég fíla svolítið að hafa svolítið lífið svo maður geti fuckað upp og kemur smá mistök eitthvað og það bara, ég veit ekki, gerir þetta bara skemmtilegar. Ég fíla það líka betur þegar ég hlusta á plötust með að vera að spila og maður, þú veist, það er ekki allt syngað bara í traktor, þú veist. Þegar þú heyrir að bassatrömmurnar fasast, þú veist, þegar það er smá off, það kemur fasi og svo neglur ég aftur inn, þú veist, það er bara meiri músík helst. Þegar ég var að kaupa músík á Akureyri, þegar ég var að reyna að kaupa teknóplötur, þá basically hringdi ég í þrumuna, talaði við Greta bara blessaður, áttu eitthvað nýtt gott og hann bara já, tjekka þetta. Þá setti hann bara símtólið upp við, kveikt á plötunni, setti símtólið upp við spíkarinn, svo var ég bara að hlusta í símanum, skilur. Það var eiginlega ekkert internet til að kaupa músík. Þannig að það er orðið mega basic bara að hendast á Beatport, finna eitthvað gott stöf. Ég veit að ég held þetta bara, þú veist, allir þeir sem að hafa áhuga á tónlist og svona hafa áhuga á sömu tónlistinni, bara einhvern veginn bara dragast saman. Ég meina, ég hitti Adda Exos, hann var að koma að spila eitthvað og við kynntumst bara, þú veist, og hann og Tommi fengum mig til að koma að spila á Techno.is kvöldum og eitthvað svona í gamla daga. Bara fólk bara svona byrjaði einhvern veginn að fíla það sem ég var að gera. Ég bara verið alltaf frekar aktífur, og gjörsamlega elska það sem ég geri. Svo byrjaði ég að gefa út plötur og svona og byrjaði að fara meira að spila live-set heldur en DJ, spila bara mínu músík og var ekkert samt svona eitthvað pússa mér eitthvað geðveikt. Leiði bara fólki að taka við þessu og þú veist, og fólk byrjaði að kalla á mig að biðja mig að spila. Mér finnst elektrónisk músík í dag vera bara geðveik, eða þú veist, senan er geðveik. Það er ógeðslega mikið að gerast og það har aldrei verið jafn mikið, þú veist, jafn mainstream, eða þú veist, að þú gerir eitthvað teknólega og það komist bara í mainstream útvarp, finnst mér bara grilla. Eða þú veist, það er svo fjarlægt mér þegar ég var einn á Akureyri bara eitthvað í herbergi bara eitthvað, vissi, þú veist, enginn að tjekka á þessu eitthvað. Það er geðveikt hvað fólk er mikið að tjekka á elektróniska músík og miklu möguleikar í dag. Svo erum við með þvílíkt svona advance að vera frá Íslandi að þetta er alveg sturlað að þegar þú ert í Þýskalandi eitthvað og þú segir hérna, einhver segir, já, hvaðan ertu? Og þú segir bara, ég er frá Íslandi. Bara Ísland? Ég elska Ísland. Mér langar svo að fara þangað. Og þú ert strax bara, þú ert með eitthvað svona forskot bara. Ég held við sem bara að gera góða hluti, sko. Ég reyna alltaf að kíkja, þú veist, út helgar að tjekka hvað er í gangi, fá smá músík í kroppinn. Það er mikilvægt þegar maður er að gera músík, þú veist, að heyra eitthvað nýtt. Ég veit ekki, ég valdi drukk eða neitna fíknefna sem er mjög mikið í minni músík og þannig að það er mjög auðvelt fyrir mig bara aðeins að tjekka bara út. Þú veist, ég er ofta að vinna hérna til 3 á nóttinni eða eitthvað og kíki bara aðeins út, bara, þú veist, klukka 3 eitthvað, kíki hver er að spila, bara teka rúnt á eitthvað liðið og, þú veist, fæ smá músík í kroppinn, svo er ég bara mættur heim aftur 4-5 eitthvað. Vísu hef ég tekið eftir að ég á mjög erfitt með að fara heim þegar ég er á tjömminu. Ég endar eiginlega alltaf með að það þarf að loka á mig til að ég fari heim. Ég veit ekki alveg hvað það er, sko. Á döfinni hjá mér er að ég er að klára tölvuleik sem ég er búinn að vera að vinna í núna, ég man ekki, senast árið eða eitthvað. Þar sem ég er að gera sounddesign og tónlist fyrir leik sem heitir Aru og fyrirtæki heitir Luminox og ég klára það núna í þessum mánuði. Svo bara ætla ég að klára CCA-plötu með stelpunum og svo bara, þú veist, er verið að biðja mig einhverja útgáfur fyrir Oculus og vonandi gengur það bara eftir. Já, þannig að ég er bara ekki að fara að demba mér í að gera músík. Svo er ég alltaf líka að mixa eða mastera fyrir, þú veist, ég kláraði, seinast árið kláraði plötu með Samaris og Doddi á með öll lögin í Ableton og við unnum í með Ableton og svo ferðum við yfir í 40 að mér og settum alla syntana mína inn og svona. Og það kemur út á árinu held ég. Svo ég var ekki að byrja að mastera eitthvað fyrir FM Belfast. Ég er búinn að vera að mastera fyrir Auðbarasta og fólk er svolítið mikið að biðja mig að mastera þessa dagana. Ég veit ekki, ég hef alltaf masterað mína músík sjálfur og ég held að það sé bara eitthvað svona að mixa, spila svo saman með músíkinni. Þú veist, þetta er, fyrir mér er þetta einn hlutur bara, ef þetta soundar ekki cool, þú veist, þú getur spilað einhverju gegn línu og það soundar ömulega, það er bara einhvern veginn, ég veit ekki, það hefur engin áhrif að þið. Ég hef bara alltaf æft mig alveg mega mikið bara í að mixa lögin mín og ég mæli með að fólk prófi, þú veist, gefist ekki bara strax upp, reynir að láta það sounda eins vel eins og getur.
til að vita líka hvað þú vilt fá úr mixum. Þegar þú veist meira mixprocessin eða masterprocessin, þá getur auðveldar beðið einhvern að gera það sem þú vilt. Af því að, þú veist, músík svo huglægt, það ekkert eitthvað eitt rétt, það bara hvað þér finnst. Oft lótaði ég upp einhverju lagi sem ég fannst sounda ógeðslega vel og var í svipum stíl úr lagi mitt og svo var ég oft svona að tjekka á því, þú veist, ég var að mixa á lagi mitt og svo tjekkaði ég hinu laginu svona, hvernig soundar þetta í samanburði þetta og hvað þessi að gera flott sem ég ekki að gera flott. Og reyna bara, basically þetta bara að læra öðrum. Þú veist, ég lendi í það að halda að ég sé bara gjörsamlega með þetta allt á hreinu og svo kemst maður alltaf að því að maður ekki með þetta alveg á hreinu og það sem beauty við þessa músík bara að maður alltaf að læra endalaust. Þú veist, þú getur aldrei lært allt, þú bara heldur áfram að læra og svo náttúrulega líka breytist mekkurinn og allt, þú veist. Maður alltaf síleitandi að einhverju fullkomnu, en þú veist, einu sem getur gert alltaf að gera betur og betur og betur. I'm fighting with myself again, it won't do over you. It seems to be the only thing that I know. Does it show?